Í síðustu viku var auglýst trúarleg kraftaverkasamkoma í Austurbæ. Þetta var augljóslega eitthvað sem vinur okkar í Harmageddon gátu ekki látið framhjá sér fara og Frosti fór því með kunningja sínum sem hreyfihamlaður. Við skulum kíkja á afraksturinn. Svona. Svona. Já. Og svo eru bara að snúa mér. Já. Og svona. Þú stendur upp aðeins? Já, ég ger það. Ok. Já. Og svo. Þú hefur aldrei farið á svona samkomu áður, eða? Svona kraftaverkasamkomu? Ég fór nú fyrir einhverjum, mörgum árum síðan. Já. Hvað var það, Benny Hinn eða eitthvað? Það var Benny Hinn. Já. Þetta er stór business. Þetta er alveg gríðarlega stór business, maður. Þessi segir sko að við höfum að koma með eftirvæntingu kraftaverkið okkar. Það stóð á auglýsingunni. Komdu með eftirvæntingu fyrir kraftaverkinu þínu. Hann á að vera í beinu sambandi við Guð almáttugan. Já, það er víst. Já, það er gott að hann hafi svona umboðsmenn. Hann lítur náttúrulega að hafa alveg gríðarlega mikið að gera, blessaður. Já. Svona sérstaklega líka í kringum jólin og svona. Já, nákvæmlega. Já. Það er að mörgu á hugan, sko. Já. Þetta er nú einu sinni hátíð frelsarans. Það var einhver sem spurði hvort hann væri of upptekinn við að gefa börnum í Afríku AIDS. Já. Spurði hvort það séði því í kvöld. Nei, ég sko vona ekki. Hvað er það sem gerir að verkum að þú ert lamaður? Ég fæðist 10 vikum fyrir tímann. Já. Og verð hreyfihamlaður stutt eftir fæðingu. Ég gekk við hækjur í 30 ár. Já, þú gekkst á sínum tíma við hækjur? Ég gekk á sínum tíma. Já. Svo fæ ég MS. Já. Ég fekk það nú bara í 30 afmælisgjöf. Já, þannig að ef það gengur vel í kvöld, þá getur verið að hann fara að lækna bæði MS og hreyfihömlun. Ég aldrei að vita. Aldrei að vita, sko. Aldrei að vita. Það getur verið gott kvöld. Hann er kannski komin í jólaskap, ég veit ekki. Hann er að undirbúa jólin. Já. Og rétt rúmur mánuð til jóla. Já. Þetta er rétt að tímabili, sko. Já. Ég er svolítið spenntur fyrir þessu. Já. Ef við getum læknað með á trúleysinu, þá er ég í góðu mála fyrir jólin, sko. Vonandi að það renni ekki að þér eftir jólin. Já, nákvæmlega. Þannig að handan á hornið þá erum við komnir í kærleikann, sko. Já. Svo, hér er auglýsinguna. Blindir munu sjá, daufir munu heyra. Lamaðir munu ganga, yes. Ok. Sem þarf hér, við ætlum að taka það. Nei, þetta er engin sjó hérna. Nei, við erum ekki með þetta sjó. Á ég að hringja lögregluna? Herðu. Ekkert svona sjó hérna. Getur ekki bara verið rólegir, af hverju? Getur ekki talað að vera rólegur bara? Nei. Við ætlum ekki að skemma neitt. Þeir eru að skemma samkomin hérna. Já, Herðu, við það komið múl. Herðu, hvað er málið? Erum við ekki komið? Ekki allir vinir hér? Sjónvarpsstöð. Þetta er bann. Er ekki allir?
Það veldur ónæði fyrir fólki hérna. Við getum gert það en það veldur ekki ónæði. Ég er sjálf að ganga fjölmiðli og ég get alveg farið mjög hart í gegnum þetta. Já, en ef við ekki bara, á meðan að lofgjörðin þá tökum við ekki neitt upp. Svolítið með mikrofón hérna. Já. Er þetta heiðarlegt? Ég er sjónvarpsmaðurinn. Ég vinn hjá 365 miðlum. Er þetta heiðarlegt? Nei, þetta er bara opinn samkoma. Fyrirgefðu ykkur, ég ætla ekkert að vera með, ég ætlaði bara að koma þarna og sjá samkomuna. Ég er með frænda minn sem er... Hún bað stúlkan sem er að syngja. Já. Hún bað Fólk finnst mjög óþægilegt. Já. Herru, en ef við semja þá, við hættum að taka upp meðan að vera með lofgjörð og við bara tökum upp þegar að predikarinn reynir að lækna frænda minn. Nei, hann getur ekki lækna. Hann getur ekki lækna? Nei. Veit af hverju ekki? Það er aðeins Jesús sem getur. Já, ég meina á meðan Jesús læknar hann í gegnum predikarann. Það er ekki svona, þetta er ekki sjón. Nei, það er ekkert sjón. Það er ekki eins og að segja svona, herru, Kristi kontinur og krossið þá skulle trúa. Nei. Mælurnar fyrir framann, myndar að vísa þeim út. Já, drána mig. Já, bara... Vísa mér út. Frændi minn er hérna inni í hjólastól, sko. Ég get ekki farið án hans. Þú má sér inni hjá honum. Ekki með. Já. Honum er ekki vísa út. Þetta er ekki mál. Ég verð þá bara með frænda mínum, skilju. Það er ekki bara að setja njóta samkomuna. Jú, það er það sem ég allir velkomnir að njóta samkomuna. Já. Þið skiljum alveg málið. Já. Við þig blessun og frið yfir alla hérna inni og sérstaklega fyrir þessum fulltrúa frá Stöð 2 sem að hefur áralega ekkert illt í sínu hjarta. Ég vildi sjá einhverju hluti sem að þú hefur lofað þín orði. Það sem er komið frænda minn til þess að sjá hvort að eitthvað myndi gerast og við getum ekki gert neinn kraftaverk. Það er aðeins Guð sem getur gert það. Ef við erum einlæg Amen. og byggjum öllu hjarta og þá kemur Jesú til okkur. En við þurfum að vera einlæg og það er aðeins Guð sem getur læknað. Þetta var nú öðruvísi upplifun. Já, þetta var mjög gott og það er alveg... Hann var að reyna að blessa okkur báða þarna, eða getur eitthvað að reddast? Mighty name of Jesus. Mighty name of Jesus. I command every cell, every part of this body to function. Það er gott ef Guð getur hjálpað öllu þessu fólki. Já, nákvæmlega. Sem þarf á því að halda. Hvernig líður þið nú? Bara vel. Bara vel, sagði. Just well. Just feel great. Great. Yeah. The Lord is showing me right now that I need to pray for this man again. Það var rosalega mikið af góðu fólki hana. Já, rosalega mikið af góðu og hjartalíu fólki. Algjörlega. En fannst eitthvað fyrir nærveru drottins? Já, ég veit ekki hvort að hann hafi komið í kvöld. Þú ert ekki að fá mátt í lappirnar eða eitthvað svoleiðis? Nei, ekki ennþá. Það getur vel verið að á morgun verður bara rosa hress og getur bara að fara að lappa í íbúðinni. Hver veit? Maður veit ekki hvernig dagurinn á morgun, hvað hann byrjar skautið sér. Nei, nákvæmlega. Þetta var þarna gott föstudagskvöld. Já, mikið ósköp, sko. Við hefum gert margt verra á föstudagskvöldi, sko. Það er nauðsynlegt að trúa, sko. Já, nákvæmlega. Það gerist víst ekkert án þess að trúa, sko. Það segir drottinn, sko. Já, svona fór þessi til raun, en hann er Karlsson, ekki Ingólfsson. Við ruglum honum hann við DJ Margeir. Já. Gerist oft.